Ríkissjóður hefur eignast 75% í Glitni, samið var það í nótt. Forsætisráðherra segist ósáttur við að nota gjaldeyrisforða Seðlabankans til að bjarga Glitni, en annað hafi ekki verið hægt. Ríkið verði að tryggja fjármálastöðugleika. Glitnir hefði orðið gjaldþrota ef ekki hefði verið gripið inn í, segir Davíð Oddsson, seðlabankastjóri. Þorsteinn Már Baldvinsson, stjórnarformaður Glitnis, hefði viljað fara aðra leið til að leysa vanda bankans. Varaformaður Vinstri grænna segir þjóðnýtingu bankans hafa neikvæð áhrif á viðskiptalífið. 2 lífeyrissjóðir tapa milljörðum vegna hruns á gengi hlutabréfa í Glitni. Hlutafé tæplega 12.000 hlutafjáreigenda er 1/8 af því sem það var á föstudag. Komið sæl, það komið að fréttum og kastljósi mánudaginn 29. september sem einkennast af stórtíðindum bæði úr fjármálalífinu hér heima og erlendis. Ríkið á nú 75% í Glitni og er langstærsti hluthafinn í kjölfar björgunaraðgerða sem kynntar voru í morgun. Tilgangurinn er að tryggja fjármálastöðugleika og hag innistæðueigenda, segir forsætisráðherra. María Sigrún Hilmarsdóttir hefur fylgst með framvindu mála í dag. Já, það er rétt, en forsætisráðherra er ekki sáttur við að nota gjaldeyrisforða Seðlabankans til að bjarga Glitni. Annað hefði þó ekki verið hægt í þeirri stöðu sem að upp var komin. Bankinn hefði farið á hausinn ef ekki hefði verið gripið inn í, sagði Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, þegar hann kynnti málið á fundi í morgun. Ríkið leggur 600 milljónir evra eða sem svarar til 84 milljarða íslenskra krónin í bankan. Féð kemur úr gjaldeyrisvaraforða Seðlabankans. Þar með eignast ríkið 3/4 í Glitni. Aðalatriðið og það sem ég vil fullvissa fólk um er það að fjármálastöðugleikanum hérna er ekki ógnað með þessari aðgerð. Þvert á móti er þetta liður í að styrkja fjármálastöðugleikan og innistæðueigendum er borgið og þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af sínum fjármunum. En þótt peningum fólks á bankabókum hjá Glitni sé borgið munu þær þúsundir sem eiga hlutabréf í bankanum hins vegar tapa verulegum fjárhæðum. Það er þannig að þetta fólk eftir aðgerðir ríkisstjórnarinnar er með banka sem er rekinn. Ef að þessi aðgerð hefði ekki komið til þá væri hlutabréfin 0. Bankinn hefði sem sagt að mati Davíðs farið á hausinn hefði ekkert verið aðgert. En ríkið ætlar hins vegar að selja hlut sín í Glitni leið og hægist á fjármálamörkuðum. Og þegar þessum ólgusjó linnir, af því að þetta linnir öllum slíkum viðrum fyrir það síðan, þá mun þessi banki standa vel og þá gerir ég ráð fyrir því að ríkið muni losa sig við sín eignar hlut og þá gerir ég ráð fyrir því að ríkið og þar með skattborgarnir muni hagnast á öllu saman. Glitnismenn leituðu til Seðlabankans miðja síðustu viku. Stærstu hluthafarnir samþykktu síðan í gær og nótt samkomulagið við ríkisstjórnina og Seðlabankan. Forsætisráðherra segist hafa fullan stuðning innan Sjálfstæðisflokksins við þessar aðgerðir, þótt skiptar skoðanir séu víða þennan gjörning. Það eru eflaust margir ósáttir og ég er persónulega mjög ósáttur við að þurfa að taka 84 milljarða af gjaldeyrisforða landsmanna og verja honum með þessum hætti. Ég er fjarri því sáttur við það. En ég tel að okkur sé skylt að bregðast við með þessum hætti og sjálfsagt eru ýmsir ósáttir við allskyns aðra þætti í þessu máli, en það verður að leiða svona mál til lykta. Það varð að gera það áður en markaður opnuðu í morgun og það var bara gert. Þannig stendur þetta. Já, en að velta fyrir sér framhaldinu. Hvað með þennan eignarhluta, er talið að ríkið ætli að selja hann fljótlega? Já, menn spá mikið í spilin og sumir hafa spáð 4 banka sameiningu Glitnis, Byrs, Straums og Landsbankans og í því samhengi hefur rætt að Björgúlfsfeðgar kaupi hlut ríkisins í Glitni á einhverjum tímapunkti og þá eru þessi 4 banka sameining borðliggjandi. En það er rétt að hafa í huga að það voru forsvarsmenn Glitni sem hefðu frumkvæðið viðræðunum við Seðlabankan fyrir helgi strax á fimmtudag. Ástæðan er sú að aðstæður til fjármögnunar á erlendum mörkuðum hafa snar minnkað á síðustu vikum og versnað. Og það er stórt lán sem fellur á Glitni þann 15. október. Það var það ekki annað í stöðunni fyrir forsvarsmenn bankans en að leita til Seðlabankans. En það er ekki einungis hér heima sem að allt leikur á reiði skjálfi í fjármálageiranum. Dagurinn dag er sá versti frá árinu 1997 í kauphöllum heimsins og mér skilst að þessu fleiri slæm tíðindi af erlendum mörkuðum. Og við ætlum að halda áfram með málefni Glitnis og þau tíðindi sem urðu varðandi bankan í morgun. María Sigrún, gjörðu svo vel.
Já, forsvarsmenn Glitnis gengu á fund forsætisráðuneytisins eftir hádegi í dag og við náðum þar tala af Lárusi Velding, forstjóra Glitnis, og við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Hvernig munið mynda nýja stjórn Glitnis? Það kom til umræðu og nú fara menn í að vinna að þeim tillögum. Það er augljóslega í mestuleyti í ákvörðun nýs hluthafa. Og hvaða hugmyndir eru upp á borðinu? Engar hugmyndir konar upp á borðinu. Í tilkynningu Seðlabankans frá því í morgun kemur fram að ríkið muni ekki halda í hlut sinn í bankanum til langframa. Lárus segir að það verði til meðallangs tíma. Ekki hafi verið rætt hvernig staðið verði að sölu þess hlutar þegar þar að kemur. Ljóst er að gjörningurinn í dag mun hafa mikil áhrif á hluthafa sem tapa miklum fjárhæðum og eflaust hafa keðjuverkandi áhrif á mörg önnur félög. Það hefur náttúrulega vissulega áhrif að þetta á einhver fyrirtæki, mun velda einhverjum skaða. En ég er þó nokkuð jákvæður á hvernig markaður fór í dag. Þú sér ekki fyrir hreinu gjaldþrota? Nei, ég sé nú ekki fyrir, ég get ekki satt að sjá fyrir mér hreinu gjaldþrota, en það er náttúrulega, við erum náttúrulega á erfiðum tímum í efnahagslífinu. En það liggur í augum uppi að þessi gjörningur í morgun fer illa með félög eins og Baug og Stoðir. Hver svarar því? Já, vissulega gerir hann það. Ég get ekki svarað á það, það gerir það. Eru þessi félög jafnvel komin á hausinn núna? Já, Stoðir hafa óskað til greiðslustöðu. Og hvað þýðingu hefur, hvernig framhaldi verða fyrir Baug og Stoðir og Jón Ásgeir og fleiri stóru hluthafa í Glitni? Já, þeir verða að svara því. Heimildarmenn fréttastofu innan Glitnis segjast ósáttir við gjörningin frá því í morgun. Bankinn hefði siglt í gegnum þrengingarnar með lánsfé án þess að til þjóðnýtingar kæmi eins og nú er raunin. Ég hef ekkert um það að segja. Við erum bara hér sem við erum í dag. Þessi staða komu, þessi gjörningur er komin, hagur bankans er góður, staðans er sterk og nú vinnum við áfram. Við náðum einnig tali af Þorsteini Má Baldvinssyni, stjórnarformanni Glitnis eftir fundinn með forsætisráðherra í dag. Hann hefði viljað sjá aðra lausn á vanda Glitnis en nú er raunin. Glitnismenn hafa óskað eftir því að hann haldi áfram stjórnarformennsku eftir þessar breytingar í dag, en það er hluthafafundar að ákveða. En við skulum heyra hvað Þorsteinn sagði eftir fundinn í dag. Ert þú ánægður með þessa niðurstöðu? Ég sem stjórnarformaður bankans er að vinna fyrir hluthafa og ég get að sjálfsögðu ekki verið ánægður með niðurstöðuna. Hlutafé bankans hefur nú rýrnað 60%. Hvað vilt þú segja við hluthafa? Ég held ég býði með það til aðalfundar. Ég hef tjáð mig og það hefði óskað eftir því að þessi skipti væru öðruvísi. Var þetta þínu mati eina færa leiðin í þeirri stöðu sem upp var komin? Þetta var eina færa leiðin eins og staðan var orðin í nótt, já. Hvað með þig, það mun væntanlega vera skipt um stjórn í Glitni. Færð þú eitthvað að koma að því eða munt þú víkja sem stjórnarformaður? Það er eins og í þessu tilfelli eins og í öllum öðrum tilfellum, það er eigendan ákveða og atburðir hafa verið þannig að það mál, við fara yfir þetta mál, að þetta er eitt af því sem það þarf að búa til hluthafafundar og það er ekki að bíða með það er að segja að það þarf að eigandinn þarf að ákveða hvað menn hann situr í stjórn. Þorsteinn segir ómögulegt að spá fyrir hversu lengi ríkið muni halda í eignarhlutin í Glitni. Ég er alveg sannfærður það ef að kemur gott tilboðin á hluta þá mun ríkið selja. Þannig í dag held ég sé engin plönum það en ég er alveg viss það ef að kemur tilboðin hlutina þá mun selja. Veistu hverjir hefði mögulega áhuga því að kaupa hlutin af ríkinu þegar það kemur? Nei, ég hef ekki. Ég hugsa í augnablikinu sé kaupandi ekki til staðar. Þorsteinn segir aðgengi Seðlabankans að samningum sem sá bandaríski gerði við Norræna Seðlabanka og þann ástralska fyrir helgi engu hafa breytt í þessari atburðarás. En hvaða leið hefði Þorsteinn viljað fara í þeirri stöðu sem upp var komin innan bankans helgina? Ég vonaðist til að það væri til aðra leiðir út fyrir þessum vanda. En svo hvað? Það að okkur tækist að fjármagna bankan betur. Og hefði það verið hægt án aðgöngu eða milligöngu Seðlabankans? Ég segi þetta er niðurstaðan, þannig að það er alveg ljóst að manni hefur eitthvað mistekist í því hjá okkur. Það er komið niðurstaði þetta mál en við sem sagt unnum að annarri lausn. Hafnaði Seðlabankinn þeim tillögum sem þið lögðuð á borðið? Þetta var niðurstaðan. Fóru menn of geyst í þessum útrási og öllu þessu sem hefur gerst síðustu ár? Fóru menn ekki of geyst? Eru við ekki hérna núna sem er að gerast í dag afleiðingar þess að menn fóru of geyst?
Þegar ég tók það við stjórnarformanns Glitnis þá ákveða það að horfa ekki baksinn í spegilsinn heldur að horfa fram. Ég legg ekkert mat á það hvað menn gerðu hér áður fyrir. En áður en þú tókst við bankanum, voru menn þá búin að fara fram úr sér í fjárfestingum? Ég legg ekkert mat á það. Ég lifi ekki fortíðinni. Ég tók við stjórnarformennsku til að taka bankan áfram en ekki það. Það annara mál hvernig það var gert áður en ég tók við. María Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra segir að Samfylkingin hafi verið með í ráðum en hvað segir stjórnarandstaðan við þessum tíðindum? Já, Glitnir hefur verið þjóðnýttur, segir varaformaður Vinstri grænna og formaður Framsóknarflokksins segir niðurstöðunni í dag sína vel það aðgerða og ráðaleysi sem einkennir ríkisstjórnina. Við náðum tali á Katrínu Jakobsdóttur og Guðna Ágústssyni í dag. Forystumenn stjórnarandstöðuflokkana voru hafðir með í ráðum við björgun Glitnis, þó ekki verið rétt í lokinni gærkvöldið að nótt. Svo virðist sem að þetta hafi verið talin illskásti kosturinn að þjóðnýta í raun Glitni, það er það sem er gert. Og þetta vekur auðvitað marga spurningar bara þá efnahagsstefnu sem hér hefur verið rekin og ég tel að þetta sé til marks það að einkavæðingar og aðgerðaleysis stefnan er komin í ákveðin þrot. Skattgreiðendur hljóta að gera kröfu til þess að það verið farið yfir all lagaumhverfi og regluverk til þess að tryggja það að skattgreiðendur sé ekki að borga brúsana fjármála fyllir í fyrirtækja, því við vitum það að hér hafa menn verið að taka sér ofurlaun, kaupréttarsamninga og annað slíkt sem öllum almenningi hefur blöskrað og það skiptir máli að það verið komið einhverju reglu á þessar aðstæður hér í fjármálahverfinu og hér verið iðkær góðir viðskiptahættir. Á sömu nótum talar formaður Framsóknarflokksins. Ráðaleysið hefur nú verið mikið og aðgerðaleysið hefur einkennt þessa ríkisstjórn. Við náttúrulega höfum bent á margar leiðir til að takast á við efnahagsvandann. Það er ekki verið hlustað á okkur og því miður þá er nú allt komið á versta veg. En við þessar aðstæður er náttúrulega mjög mikilvægt að róa almenning og sparifjáreigendur í öllum bönkum að það verið staðið vörð hagsmuni fólksins og það sagði ég forsætisráðherra í nótt. Guðni vill víðtækar efnahagsaðgerðir og hann vill lækka vexti strax. Stýrivextir eru verðbólgu hvetjandi. Við erum með hæstu vexti í heiminum. Það gengur bara ekki upp. Það er engin hagfræði á bakvið það. Ljóst er að niðurstaða dagsins mun hafa víðtæk áhrif og þá mestu áhrifin á þau félög sem tengjast Glitni hvað mest, til að mynda Stoðir, Baug og fleiri félög. Það er ljóst að gengi Glitnis hefur yfir helgina hrapað úr 15 og niður í 2 og það er því ljóst að þúsundir hluthafa ásamt þessum félögum hafa tapað miklum fjárhæðum. Takk fyrir þetta, María, en við ætlum að fjalla nánar Stoðir sem hún talaði áðan í fréttinni. Eigendur þess félags með Jón Ásgeir Jóhannesson í broddi fylkingar sendu frá sér harðorða yfirlýsingu skömmu fyrir fréttir. Þar er talað þvingaða yfirtöku Seðlabankans og ríkisvaldsins á Glitni. Harkalegt inngrip sé ekkert annað en eigna upptaka, þar sem hluthafar Glitnis tapi vel á annað 100 milljörðum króna. Seðlabankinn og ríkisstjórnin hafi stillt stjórn og stærstu eigendum Glitnis upp við vegg í skjóli nætur. Þeir hafi ekki átt neinn kost að annan en að samþykkja tillöguna. Félagið fór fram á greiðslustöðvun í dag, en nánar verður fjallað þetta mál og áhrif þess í Kastljósi á eftir. Og gengi krónunnar hríðfjall þegar markaðir voru opnaðir í morgun. Ástandið lagaðist lítillega þegar greint var frá yfirtökunni á Glitni, en við lokun markaða hafði krónan veikst 3,64% frá því á föstudag. Gengisvísitala krónunnar var í lok dags 186,6 stig. Evran er nú tæpar 143 krónur og bandaríkjadalur rúmlega 99 krónur. Úrvalsvísitalan lækkaði tæp 5% í dag, mest lækkaði verðbréfa í Spron og Adorku Group HF. Viðskiptavinir Glitnis rétt eins og hluthafarnir hafa eflaust velt því fyrir sér frá því í morgun hvað fréttir dagsins þýði í raun og veru. Björgunaraðgerðir ríkisins þýða að verð á hlutabréfum í Glitni lækkar og það verulega. Og þar gengur þið sami yfir alla, bæði stóra og eins litla hlutafa. Hlutabréfin eru þannig einfallega miklu verð minni í dag en þau voru fyrir helgi. Seðlabankinn segir reyndar að menn megi prísa sig sæla, hefði ríkið ekki hlaupið tilbaka, hefði Glitnir farið á hausinn og hlutabréfin orðið algjörlega verðlaus. Nú sé eins vegar von til þess að þau hækki einhvern tímann aftur þegar framlíða stundir. Öðru máli gegnir hins vegar þá sem skulda Glitni eða eiga þar inni peninga. Hinn daglegi rekstur heldur áfram. Já, kannski ekki alveg eins og ekkert af ískorist en alltaf því.
Allar innistæður á bankabókum hjá Glitni eru tryggðar og það var einmitt einn helsta ástæðan fyrir að ríkið ákvað að bjarga bankanum. Ekki þótti tækt að fólk tapaði sparnaði í stórum stíl. Fólk þarf sem sagt ekki að hafa áhyggjur af þeim peningum sem það á hjá Glitni. Yfir hinu þarf heldur ekki að velta vöngum að skuldir fólks við Glitni gufu upp. Skuldirnar fari ekki neitt. Gíróseðlandi munu áfram koma inn lúguna, nú eða í heimabankan, rétt eins og verið hefur. Einu munurinn sá að nú skuldar maður ríkisbanka en ekki einkabanka, rétt eins og maður hafi farið í pínulítið ferðalagi í tímavél. Fjárfestar hafa tapað gríðarlegum fjármunum vegna hruns á gengi hlutabréfa í Glitni. Gengið er 1/8 af því sem það var á föstudag. Tæplega 12.000 hluthafar í Glitni hafa tapað umtalsverðum fjárhæðum en á föstudag fór gengi hlutabréf í bankunum hæst í 15,70. Það var hins vegar metið á 1,96 hjá greiningadeild Landsbankans í dag, sem er 1/8 af því sem það var á föstudaginn. Hlutafjáreigandi sem átti milljón í Glitni fyrir helgi á því nú 125.000 krónur. Fyrir ári var gengi hlutabréfa í Glitni tæplega 29, þannig að það hefur hrunið 93%. 2 lífeyrissjóðir eru meðal 20 stærstu hluthafa í Glitni. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins á ríflega 2% en tap hans er 3 milljarða króna. Þá gildi lífeyrissjóður almenns verkafólks 1,3% og tap hans er 2 milljarða króna. Haukur Hafsteinsson framkvæmdastjóri LSR sagði í samtali við fréttastofu að þróun hlutabréfamarkaði muni leiða í ljós hvaða áhrif þetta hefur á lífeyrissjóðin sem sé langtíma fjárfestir. Það sé hins vegar ljóst að til skemmri tíma rýri þetta hlut sjóðsins verulega. Eignir sjóðsins nú sé 330 milljarðar. Viðskipti með hlutabréf í Glitni voru stöðvuð í Kauphöllinni í morgun. Ekki hefur verið ákveðið hvenær verður opnað með viðskipti með þau á ný. Gengið þá ræðst að eftirspurn eftir bréfum í Glitni en 15 mínútur fyrir opnun Kauphallarinnar fer fram uppboð á bréfunum. Guðni Ágústsson formaður Framsóknarflokksins vill taka fram vegna fréttar okkar hér áðan að stjórnarandstaðan hafi ekki verið höfð með í ráðum við björgun Glitnis, heldur hafi ríkisstjórnin tilkynnt henni orðin hlut seint í gærkvöld. Þegar hver tilviljun rekur aðra og hefðbundnir vinnufundir virðast allt annað en hefðbundnir, verða fréttamenn varir sig. Fréttaliður RÚV fylgdist með atburðarás helgarinnar og næturinnar sem óhætt er að segja að hafi verið dramatísk. Teiknin voru allstaðar helgina. Allt frá fundi forsætisráðherra með seðlabankastjórunum á laugardag. Glaðhlakalegur Davíð Oddsson vinkaði tökumanni RÚV þar sem hann ók frá stjórnarráðinu í átt að seðlabankanum. Eðlilegur fundur, sagði forsætisráðherra. En nú voru allir seðlabankastjórarnir 3 hjá á fundi, er það ekki óvenjulegt? Nei, það er ekki óvenjulegt, það gerist miklu oftar heldur en þið haldið nefnilega. Daginn eftir heldur fundirnir áfram og fréttamenn hnutu bókstaflega bankastjóra viðskiptabankana á vappi við stjórnarráðið. Allt hrein tilviljun vildu þeir meina. Já, ég myndi nú ekki lesa neitt sérstakt í það. Nú er ljóst að hjólin voru farin að snúast og það hratt. Í gærkvöldi var óvænt boðað til skyndifundar í Seðlabankanum. Þessi óvenjulegi fundur kom ekki til af góðu og þegar fundarmenn laumuðust einn af öðrum út bakdyrnar á Seðlabankanum voru þeir heldur þungir að brún. Síðastari fundi voru Össur Skarphéðinsson og Árni Mathiesen. Þeir gengu að fundi klukkan korter í 1. En næturverkunum var ekki lokið. Ljóstýrur virtust vera á stjórnendaheiðum allra stóru bankana en fljótlega skáru höfuðstöðvar Glitnis sig úr. Nú klukkan alveg að verða 2 og það loga ljós á efstu hæðunum hjá Glitni og 10 milljón króna efarnir í röðum hér fyrir utan á bílastæðinu. Það segir sína sögu. Á efstu hæð bankans sátu þungbúnir stjórnendur sem flýttu sér að draga fyrir leið og þeir urðu varir við fréttamenn RÚV. Skömmu síðar bættist Eggert Skúlason í hópinn, en hann er best þekktur sem talsmaður Eiðs Smára Guðjónsson. Hann kvaðst nývaknaður og sinna strategískri ráðgjöf. Og þetta er að fullyrða að spunameistarar séu ekki kallaður út miðjar nætur nema að mikið sé við húfi. Starfsmönnum fjölgaði alla nóttina, sumir brunuðu á ofur hraða upp að byggingunni, stukku bókstaflega út úr bifreiðum sínum og kluppu inn næstu dyr til að forðast fréttamenn RÚV sem voru á staðnum. Aðrir voru rólegri en sögðu lítið, ekkert hægt að segja. Svipurinn sagði þó sitt. Líklega lýstu glitnismenn sjálfur best atburðarásin í bankanum þessa nótt. Save and save, segir í auglýsingunni, líklega hverju orði sannara. Í höfuðstöðum Stoða við Síðumóla var stemmingin svipuð. Fyrir utan stóð stífbónaður, silfraður Bentley eins og hálfgerður minnisvarði. Innan dyra grúfðu menn sig yfir tölvuskjái. Undir 5 bættist Ingibjörg Pálmadóttir í hópinn. Hvenær er að vænta frétta?
Stemmingin var annarkvort þrungin eða fáránleg, en það var greinilega tíðinda að vænta. Aðeins rúm vika síðan forstjóri Glitnis sagði engar líkur á að íslenskir bankar yrðu þjóðnýtir. Hann sagði stöðu bankans sterka og að engin hætta væri á að hann riði til falls. Forstjóri Glitnis var spurður að því í viðtali í Silfri Egils fyrir rúmri viku hvort hætta væri á að bankar yrðu þjóðnýttir hér á landi og taldi þá engar líkur á því. Alls ekki. Ég held þó vissulega þetta sé búin að vera mjög áhugaverður atburður sem hún var að gerast í Bandaríkjunum undanfarna viku. Þá kom fram að staða íslensku bankana væri að batna. Það er kannski skemmtilegt frá því að segja að núna er hlutfallsleg staða íslensku bankana að batna og þessi vika magna átt verið mjög áhugaverð fyrir okkur. En þegar við stöndum bara mjög vel, við erum að sjá það aftur og aftur, að sveigjanleikin í kerfinu, hvernig við höfum undirbúið okkur fyrir þetta, er að skapa okkur verulega sterka stöðu. Þannig að þú telur ekki nokkra hætt á því að bankar eins og þinn gætu riðið til falls? Alls ekki.